Og að öðru því 2 þingmenn Sjálfstæðisflokksins gagnrýna frumvarp iðnaðarráðherra orku- og auðlindamál. Það svari ekki þeim grunnspurningu sem vöknuðu í Reyðarmálinu og rýri verðmæti auðlindanna. Iðnaðarráðherra hefur nú mælt fyrir frumvarpi sínum auðlinda- og orkumál. Þar gert ráð fyrir að hið opinbera megi ekki framselja varanleg vatns- og jarðhitaréttindi. Þó hið nú opinbera heimilt að veita tímabundin afnotarétt að réttindum til allt að 65 ára í senn. Ég hef efasemdir að það sé skynsamlegt að banna opinberum aðilum að framselja vatns- og jarðhitaréttindi sín til allrar framtíðar. Sigurður bendur á að í greinargerð með frumvarpinu segir 2 hagfræðingar að slíkar takmarkanir, það bann á framsali, hafi neikvæð áhrif á efnahagslegt virði auðlindanna og hagkvæmni í nýtingu þeirra. Og þegar það liggur fyrir að slíkt bann sé efnahagslega neikvætt og óhagkvæmt, þá hljóta menn að spyrja sig hvort þeir sé á réttri leið í löggjöfnum. Pétur Blöndal alþingismaður gagnrýnir frumvarpið einnig og þá sérstaklega að orkuauðlindum beri að halda í opinberri eigu. Sigurður segir fleiri galla við frumvarpið. Ég tel að þær kjarnaspurningar sem hafa uppkomu í tengslum við Reyðarmálið, þeim sé eins ósvarað þrátt fyrir þetta frumvarp. Það til dæmis kemur hvergi fram í frumvarpinu hvaða reglur eiga gilda nýtingu fjármuna opinberra aðila í áhættu fjárfestingum. Annarri spurningu sem Sigurður segir ekki svarað hvort opinberum aðilum sé heimilt að ráðast í áhættu fjárfestingar erlendis.